Komið sæl, velkomin. Við gáum út hagspá á fimmtudaginn og ég ætla svona að fara yfir hana í stuttu máli, helstu atriðin. Síðast gáum við út formlega hagspá fyrir rúma ári síðan. Við gerðum þó töluvert að sviðsmyndum núna í vor, þegar svona ljóst var að útbreiðsla COVID-19 myndi hafa veruleg efnahagsleg áhrif sem voru kynnt fyrir miðstjórn, og núna í framhaldinu gerum við svona heila efnahagsspá nú þegar fleiri forsendur liggja fyrir og svona auðvitað að leggja mat á veruleikann. Það er enga síður í allir spávinnum þessar mundir auðvitað gríðarleg óvissa og hættir sem hafa áhrif á framþróun efnahagslífsins sem ekki í höndum okkar hagfræðinga að spá fyrir og það er þá auðvitað bara fyrst og fremst aðgerðir stjórnvalda til að grípa inn í til að hefta útbreiðslu veirunnar eða afnám hafta eða þróun bóluefnis og aðrir þættir sem ómögulegt er að spá fyrir. Þannig að það er svo sem ýmislegt af breytum sem við erum að skoða með ákveðnar forsendur í huga ákveðnar sviðsmyndir sem eru finna í spánni. Nú, hér má sjá svona yfirlit yfir spána. Við erum að spá 7,9% samdrætti á þessu ári og síðan svona hægum viðsnúningi eftir sem líður á næsta ár. Einkaneyslan fellur 5,3%, fjárfestingar 14%. Og svo þetta erum við að sjá atvinnuleysi aukast verulega á þessu ári og sú aukning heldur að jafna áfram fram á næsta ár. Þannig að það eru svona mestu afleiðingarnir sem eru að koma fram, þær birtast á vinnumarkaði. Ef við hoppum í svona helstu atriðin í spánni þá eru eins og ég nefni 7,9% samdráttur og það er mesti samdráttur sem mælist á einu ári frá 1920. Hins vegar samdráttarskeiðið styttra heldur en til dæmis í fjármálahruninu. Þannig ef viðsnúningur á sér stað á næsta ári þá erum við að tala um bara 1 árs samdrátt, ekki við 2 ár eins og til dæmis 2008. Forsenda fyrir þó efnahagsbatanum aflétting ferðatakmarkana. Þyngst áhrifin af högginu koma fram á vinnumarkaði gegnum áhrif á ferðaþjónustuna. Þannig að til þess að geta snúið samdrætti hratt við þá það aflétting ferðatakmarkana sem myndi hafa stærst áhrif á vinnumarkaðinn og efnahagslíf þjóðarinnar. Við gerum ráð fyrir því að takist að létta af einhvers konar höftum mitt næsta ár og nýlega fréttir þróun bóluefnis gefa væntingar að það gæti verið raunverulegt. Þannig að viðsnúningur bæði í þjóðarútgjöldum og utanríkisviðskiptum getur átt sér stað eftir því sem líður á árið. Þetta myndi skila sér í 1,8% hagvöxt á næsta ári en að raunveruleg efnahagsbati kæmi svona fram að fullum krafti 2022. Atvinnuleysi verður þó engu að síður hátt út spátímann, verður að jafnaði 8,6% á næsta ári. En svo fer það lækkandi 2022 á að standa þarna og verður í kringum 6,9%. Nú, eins og ég nefni þá þetta sögulegur samdráttur sem við erum að horfa á. Á öðrum ársfjórðungi var 10,7% samdráttur frá sama ársfjórðungi árið áður, árstíðarlega rétt. Í alþjóðlegu samhengi eins og sést þarna myndinni til hægri þá telst þetta ekki mikill samdráttur sem einhverju leyti til marks okkur að það tekist vel og fjárhagsleg staða þjóðarbúsins hafi verið nokkuð góð. Við sjáum til dæmis að samdráttur á Spáni, Frakklandi, Ítalíu, þar sem þurfti að fara í harðari aðgerðir til þess að hefta útbreiðslu, var yfir 20%. Þannig við erum þarna einhvers staðar í miðjunni og erum með stóran ferðaþjónustugeira, þannig að einhverju leyti hefði þetta klárlega ekki orðið verra. Eins og ég nefndi þá 7,9% samdráttur væri sá mesti sem mælst hefur á einu ári frá árinu 1920 og það sést á myndinni til vinstri. Það hagvöxtur í Íslandi frá 1946. Þá sjáum við að þetta dýpsti samdráttur á einu ári en blessunarlega getur samdráttartímabilið verið stutt, þannig að efnahagslífið verður þá ekki fyrir langvarandi skaða. Nú, ástæðan fyrir að við finnum þungt fyrir áhrifum á vinnumarkaði, það auðvitað það að ferðaþjónustan
orðinn stærri hluti af verðmætasköpun í hagkerfinu. Hér getið þið séð samanburð á 2010 og nýjustu gögnum, allan fyrir Ísland það 2018 nýjustu gögnin. Hlutur ferðaþjónustu í verðmætasköpun mun meiri núna heldur en áður og ekki bara í verðmætasköpuninni heldur líka í störfum á vinnumarkaði. Þannig í dag Ísland með eitt stærsta ferðaþjónustugeira sem þekkist af þessum samanburðarlöndum, bæði í verðmætasköpun og síðan í fjölda starfandi. Það gerir það auðvitað verkum að ferðatakmarkanir eins og þær sem hafa skollið á í kjölfar COVID-19 hafa þeim meiri áhrif á okkur, sérstaklega á vinnumarkaði. Þetta birtist líka í útflutningi, útflutt ferðaþjónusta, hana má sjá að hún mun draga saman 28% á þessu ári og ef það tekst að létta af ferðatakmörkunum getur farið vaxandi þá á næstu 2 árum. Myndin til vinstri sýnir svona hvernig frostið í ferðaþjónustunni kom fram í vor, sérstaklega á tímabilinu apríl til júní þegar 99% samdráttur var í fjölda ferðamanna og sjálfsögðu þá líka í kortaveltunni sem þetta má sjá líka. Ef það tekst að létta af höftunum á þessu ári og þróun bóluefnis leyfir frekari ferðalög þá gætum við ekki séð fram á það og það verði 1,5 milljón ferðamanna sem kemur hingað 2022 á seinni hluta spátímans. Það verður þá svipað fjöldi og heimsótt í Ísland 2015. Sumarið eins og við sáum þá tókst aðeins að milda takmarkanir og það kom 120.000 ferðamenn til Íslands í sumar og það hafði tíma jákvæð áhrif á efnahagslífið en auðvitað við lok sumars við frekari útbreiðslu og seinni bylgjuna þá kannski var það áminning að það verði takmarkanir á ferðalögum og daglegu lífi þar til bóluefnið komið í dreifingu. En verði bóluefnið komið í dreifingu þá væri það helsti drifkraftur efnahagsbata á síðari hluta næsta árs. Nú á sama tímabili og ferðamenn hurfu þá þetta breyttist neysla heimilanna verulega þegar samfélagið lokaði. Hér má sjá tímabili janúar til júní og breytingu á kortaveltu frá sömu mánuðum ári áður. Þá má til dæmis sjá það að til dæmis ef við lítum á gistiþjónustu þá þetta hverfur þarna nánast neysla Íslendinga þar en aftur á móti eykst neyslan aftur síðar sumarið þegar Íslendingar fóru að ferðast verulega innanlands. Snyrti- og heilsuþjónusta með svipaðar ýktar sveiflur. Færri komust og gátu farið í klippingu og ýmsa snyrtiþjónustu en veltan jókst verulega og kom fram síðar í maí og júní. Aðrir liðir hafa þróast jákvætt, byggingaþjónusta, byggingavörur, raftæki og fleira. Veltan þar jókst og það skýrist auðvitað einhverju leyti líka að heimilin fóru ekki í utanlandsferðir og neysla sem hefði kannski verið erlendis flyst yfir til Íslands. En engu að síður heildar kortaveltan á tímabilinu dróst saman verulega á tímabilinu mars-apríl þegar takmarkanir voru sem mestar. En engu að síður eru þetta tölur sem gefa einhverja svona vísbendingu að staða svona meðalheimilisins hafi verið mjög sterk í upphafi árs og myndin til vinstri sýnir okkur hvernig skuldir heimila hafa þróast. Þessi mynd nær frá 2005 og sýnir það hvernig til dæmis í núverandi uppsveiflu 2016 til 2020 hafa skuldir heimila ekki aukist úr takti við þróun landsframleiðslunnar. Og myndin til hægri sýnir síðan þróun kaupmáttar ráðstöfunartekna og síðan einkaneyslunar. Þá má sjá það að þróun einkaneyslunar hefur verið meira í samræmi við kaupmáttarþróun undanfarin ár heldur hún var til dæmis 2003 til 2006 þegar það var meira skuldsetta neyslu. Þannig að skuldastaða heimila og svona fjármál heimila voru í góðu standi svona jafnt yfir í byrjun árs. En það sem gerist auðvitað við núverandi niðursveiflu er að áfallið lendir með allt öðrum hætti á heimilum heldur en í fjármálahruninu 2008. Þannig við erum síður sjá skuldavanda sem almennt vandamál. Þegar lán og vextir voru hærri og lán voru kannski áhættumeiri, gengislán og fleira.
Núna hefur lækkun vaxta stutt við fjárhag heimilanna og kaupmáttur heimilanna ekki orðið fyrir jafn þungu höggi í gegnum vaxandi verðbólgu. En það sem gerist þó að atvinnulausir hafa borið þungan af þessari niðursveiflu og sá hópur kemur úr færri atvinnugreinum heldur en oft áður, mest í ferðaþjónustu og tengdum greinum. Aðgerðir stjórnvalda hafa stutt við neyslu heimilanna undanfarin misseri. 15 milljarðar af séreignarsparnaði voru nýttir á tímabilinu apríl til ágúst. Ég held að þessi tala sé komin upp í 23 milljarða í heild sinni vegna úttekt vegna COVID-19 og yfir 100 milljarðar af lánum hafa verið í greiðsluhléi. Þessi úrræði ásamt kannski áhrifum af vaxtalækkunum hafa stutt við neyslu heimilanna. Þessi áhrif vara auðvitað ekki endalaust, þannig að það er útlit fyrir eftir því sem þau dvíni og eftir því sem til dæmis áhrif eftir því sem atvinnuleitendur detta á grunnbætur og fleira verði til þess að vöxtur einkaneyslunnar verði hægur á næstu misserum og við spáum 1,7% vexti á næsta ári. Hins vegar, þótt að meðalheimilið hafi verið við ágætar fjárhagsaðstæður, þá er staða atvinnuleitenda og þeirra sem eru í erfiðari stöðu allt önnur heldur en hjá meðalheimilinu. Erlend launafólk er meiri hluti þeirra sem hafa mist vinnuna í ferðaþjónustunni, eru nær helmingur af öllum atvinnuleitendum nú í dag og þessi hópur er síður með húsnæðisskuldir, þannig að það er síður jákvæð áhrif á vaxtalækkun sem þessi hópur getur nýtt sér. Þessi hópur er síður með séreignarsparnað sem er að taka út, oftar á leigumarkaði og hvað hagtölu varðar þá er einfaldlega bara of lítið vitað undirliggjandi fjárhagsstöðu þessa hóps og það er mikil hætta á því að svona slæm staða þessa hóps birtist í fjárhagsaðstoð eða mataraðstoð og fleira en kom ekki endilega fram í þessum tölum sem við erum að horfa á svona hefðbundið sem ná yfir meðalheimilið. Þannig að það er svona full ástæða að hafa mikla áhyggjur af þessum hóp eftir því sem áhrif samdráttarins verða langvinnari. Atvinnuleysi verður hátt í íslenskum mælikvarða út spátímann. Við munum sjá fram á að það haldi áfram að aukast í vetur en eftir því sem tekst að létta á takmörkunum á næsta ári ef það tekst að koma bóluefni í dreifingu þá munum við sjá hægi á aukningu atvinnuleysis á næsta ári en við erum aftur á móti að sjá langtíma atvinnulausum fara fjölgandi. Og eins og hér stendur þá eru þetta bati í ferðaþjónustu nauðsynlegur til þess að tryggja skjóta viðsnúning þarna hjá þessum hópi sem nú er atvinnulaus. Það er töluverður munur á hvernig núverandi kreppa kemur fram í vinnumarkaðstölum og síðan fjármálakreppan 2008. Við svo sem kortlögðum mikið af því í vinnumarkaðsskýrslunni sem við gáfum út fyrir rúmum mánuði síðan. Stærsti munurinn er auðvitað hvernig staðan var á vinnumarkaði í upphafi efnahagsáfallsins. Hér má sjá borið saman rauða línan er núverandi kórónuveiru faraldurinn og síðan 2008 fjármálahrunið. Þá sjáum við það að mun fleiri voru atvinnulausir í upphafi áfallsins núna, 10.000 borið saman við rúmlega 2.000 í árið 2008. Þannig að hluti af þeim sem eru atvinnulausir núna voru það raun og áður en áfallið skellur á. Svo skellur þetta hraðar á heldur en áhrif á bankahruninu. Þannig að hér sjá á lóðrétta ásnum þá sjáum við tímabil frá áfallinu. Þetta eru mánuðir og þá sjáum við það að fjöldin núna eru fleiri atvinnulausir en í heild sinni hafa mistu fleiri vinnuna vegna bankakreppunnar. Síðan var það einnig þannig að langtíma atvinnuleysi var til staðar áður en COVID-19 skall á. Í bankahruninu var nær ekkert langtíma atvinnuleysi þegar áfallið skellur á. Og myndirnar sýna sama hér, fjöldi langtíma atvinnulausra og þeirra sem eru atvinnulausir 6-12 mánuði og síðan mánuðir þarna undir. Þannig við sjáum það að áhrifin á langtíma atvinnuleysi í bankahruninu voru ekkert komið fram ári eftir. Það var ekki fyrir en meir en 12 mánuðum eftir sem fjölgun langtíma atvinnulausra birtist á vinnumarkaði.
En við erum farin að sjá það nú þegar bæði einstaklingar sem mistu vinnuna í þrengingum á síðasta ári, bara þegar WOW fór á hausinn og ferðaþjónustan fór að kólna. En núna erum við til dæmis farin að sjá það sem óbrotna rauða línan sýnir að þeir sem hafa mist vinnuna fyrir 6 mánuðum, þeim fer hratt fjölgandi og sama skapi munum við sjá langtímaatvinnulausum fara fjölgandi á næstu mánuðum. Þetta er verið áhyggjuefni í ljósi þess hvaða áhrif langtímaatvinnuleysi getur haft á atvinnuleitendur. Samhliða samdrættinum þá hefur þetta verðbólga farið vaxandi og þau áhrif sem við sjáum í mælingum á vísitölu neysluverðs eru þetta fyrst og fremst gengisveiking sem eru sýnileg í verðlagsþróun þessar mundir. Það takast á ólíkir kraftar í verðlagsþróun. Gengisveikingin hefur haft áhrif á þessar innlendu eða innfluttu neysluvörur. En á móti þá hefur minni eftirspurn á heimsvísu dregið úr verði á hrávörum. Við hefum séð vaxtalækkun skila sér í minni hækkun á húsnæðislið og eins og þarna sést þá hefur líka þjónustuliðurinn hækkað lítið undanfarin misseri. En aftur á móti eru þarna innfluttar mat- og drykkjarvörur sem hafa hækkað tæplega 8% milli ára, grænmeti, dagvara og fleira, daglegu neysluvörur. Þær hafa veitt upp verðbólgunni þessar mundir. Þessi verðbólguþrýstingur samt einhverju leyti búinn að ná, fer að ná hámarki. Eftir sem líður árið þá munu áhrif gengisveikingarinnar verða komið fram í verðbólguþrýstingum. Þannig að næsta árið þá munu skapast forsendur fyrir hóflegri verðbólgu. Við spáum því að hún aukist á milli ára að jafnaði en það mun draga úr henni eftir sem líður árið og hún verði í kringum markmið árið 2022.